og hvað vinnusamband? Vinnusamband samband réttindi annars vegar og skyldur hins vegar. Og svona út á við og í umræðinu þá virðist vera að fólk álítið sem svo að eldri kynslóðirnar séu með skyldurnar sínar algjörlega á hreinu á meðan yngri kynslóðirnar séu með réttindin sín algjörlega á hreinu og svo mætast þessi tveir hópar á vinnustað og það verður skörun. Eldri hópurinn, hann myndi segja í lagi að ég fá að fara klukkan 3. Dóttir mín að fara í brúðkaup, ég að fara í brúðkaup dóttir mín eða eitthvað. Á meðan að yngri kynslóðirnar tilkynna þér, herruðu, ég ætla bara að láta vita að ég að fara svo klukkan 3. Já, Kjartan, hvað segirðu gott? Ég segi bara fínt. Ekki? Jú, takk fyrir að bjóða mér. Herruðu, það var nú lítið. Þú ert Kjartan Örn Sigurðsson, forstjóri Ormsson, eigandi, sveitarstjórnarmaður, eigandi. Já, og sveitarstjórnarmaður reyndar ekki senasta kjörtímabil en hefur setið bæði í sveitarstjórn á Álftanesi og þar sem að ég gaf kostamur á sín tíma og lofaði sameiningu við Garðabæ sem við stóðum svo við. Það ekki? Jú, svo satt ég í sveitarstjórn í Garðabæ og búin að sitja þarna í skólanemndum og leikskólanemndum og skipulagsnemndum og komið að þessum enda menntaði ég með sem stjórnmálafræðingur á sínu tíma, það var fyrsta gráðan sko. Já, ég líka. Við höfum það sameiginlegt. Okay. Og hver var önnur gráðan? Önnur gráðan? Nei, viðskiptafræði, svo MBA, en svo hef ég aðeins verið að skóla mig í svona stjórnendaþjálfun víða heim. Og hvað byrjum bara kannski á sveitarstjórnarmálunum. Hvernig leggst þetta í þig, úrslitin? Hvað fannst þér? Já. Og kannski baráttan, svona heilt yfir. Hvernig fannst þér þetta spilast? Já, mér fannst þetta spilast bara núverandi ríkisstjórnarflokkum í óhag. Það var greinilega verið að mótmæla núverandi stöðu í samfélaginu og ég svo sem fagna því sem búin að starfa og fyrir sjálfstæðarflokkin í mörg ár. Mér finnst standa upp úr sigurinn hjá sjálfstæðismönnum og ég ætla bara að fá að nefna Elliða þó að hann hafi ekki verið í framboði. Hann var kosningastjóri þarna í Ölfusi og 70% úrslit auðvitað bara algjört einstemmi. Ég held mér að segja Vestmannaeyjar sem hafa kannski átt metin í fortíðinni hafa eigi aldrei 70% niðurstöðu. Nú 58% í Garðabæ auðvitað gríðarlega góður árangur og síðan bara, þú veist, út allt land sigurinn hjá Hildi og sigurinn í Hafnarfirði. Mér finnst þetta svona hálfsúrt hvernig þetta að þróast í Hafnarfirði. Já, það var eitthvað drama þar. Það víst orðið þannig að Viðreisn, Samfylking og Sjálfstæðisflokkur ætla að fara að vinna saman. Sko út á við, þetta í fyrsta sinn sem að ég sé í fjölmiðlum tvo oddvita koma saman og ræða bara opinskátt hvað fór fram í lokuðum reykarbyggjum og hver hringdi í hvern og hvað. Mér finnst þetta sorglegt að þessi tveir flokkar geti ekki unnið saman og út á við gagnvart mér, Jón á bolnum, almenningi, þá lítur þetta út fyrir að þetta sé baráttunum það hver á að vera bæjarstjóri. Já. Og mér finnst að sveitafélag eigi ekki að þurfa að líða fyrir það að menn sé einhverjum keppni það hver á að stýra bænum. Og þá miklu betra að fara bara klassísku leið og ráða bara hæfan bæjarstjóra. Já, nú eru Akureyringar að hætta því. Já, ég sá það og sko Ásthildur Sturludóttir alveg frábær, hún var einmitt með mér í stjórnmálafræði á sínu tíma. Jú, þannig að ég kynntist henni og þekki hann ágætlega. Mér finnst hún hafa staðið sig ótrúlega vel og yfir einmitt flokkapólitík hafin. Akureyri hefur verið svona framsóknar sjálfstæðismanna víi með svona einstaka skotum í gegnum tíðina. Mér finnst hún hafa staðið sig mjög vel og ég vil sjá hann að halda áfram. Já, við sjáum til hvað mér skilst að hún ætla að fara eitthvað kíkja í bæinn eða eitthvað. Ég var að heyra það eitthvað út undan mér í einhverjum svona orðarómi. Kannski eitthvað sem maður á ekki að vera að nefna hérna. En umræðan og stöðnun á Íslandi. Já. Hugafar. Og skrifaði grein um þetta. Já, grein sem var reynda búin að vera lengi í svona framkvæmd hjá mér. Ég er búin að hugsa þetta lengi. Ég er auðvitað búin að vera að skrifa efnahagsmál
aðgerðir Seðlabankans til þess að slá á þenslu og verðbólgu og vexti í landinu undanfarin misseri og svo höfðu horfum maður upp á samfélag sem hefur breyst mikið eftir hrun og maður að leita svona skýringum og kannski staldra við og reyna að horfa fram á veginn en það svolítið skemmtilegt hvað þessi grein sem maður reyndar stundum það greinar til bara á 5 mínútum þessi grein var til á aðeins lengri tíma en hún hefur aðeins vakið athygli í samfélaginu og ég held að spurningin stöðnun sé raunveruleg spurning sko. Ég held það líka og ég held sko allavega frá mínum bæturum séð að þá tel ég að þetta vera það eru ákveðnir svona kerfislegir hvatar sem að láta fólk taka ákvarðanir sem að eru svona til lengri tíma litið ekki samfélagslega fýsilegar Milton Friedman á þess að við séum að fara að gera þetta samtal of hugmyndafræðilegt sagði að að verðbólga væri eins og alkohólismi það væri erfitt að hætta peningaprentuninni en það væri betra til lengra tíma litið en hver einasti sopi væri aftur á móti rosalega góður til skamstíma litið og það sama gildir svolítið peningaprentun þar sem að við höfum svona allt frá því að COVID var og hét verið rosalega dugleg í því að fá okkur þessa sopa og hún Lilja Alfreðsdóttir talaði alltaf það hvað það hefur verið frábær hugmynd að fara í svona quantitative easing sem svona magnbundin peningaprentun sem á að vera hvetjandi inn í hagkerfið á náttúrulega rætur svona rekja í keynesíska hugmyndafræði án þess að við séum að fara rosalega djúpt út í þær hugleiðingar en ef við tölum bara Íslands samfélag og þessu stöðnun og bara svona rót þess að þú ákveður að skrifa þessa grein Já, ég held að næsta áskorun reyndar langaði með að kommenta á það sem þú ert að segja þetta alveg áhugaverður punktur sem þú ert að fara með ég held það sem gerir Seðlabankan á Íslandi aðeins ólíkan Seðlabankum í Evrópu Seðlabankin með fjögutæki hann getur aukið og minnka peningamagn í umferð hann getur hækka og lækka vexti hann getur skipt sér að gjaldeyrismarkaði og hann getur sett alls konar skilyrði fyrir bindiskyldu lána á hana en þetta verkfæri með að auka peningamagn í umferð var vissulega beitt á Íslandi í gegnum COVID eins og reyndar allstaðar í kringum okkur en það sem að kannski skilur Seðlabanka Íslands að frá öðrum var að hann hætti ekki á sama tíma á hinnir og hann hélt áfram og þetta heitir með öðrum orðum hvort sem hún notar þessa magnmundu íhlutunar fræði eða keynesíska hugmyndafræði þetta þýðir auðvitað alltaf að þú ert að taka lán frá framtíðinni og það sem í raun og veru öfugmælin í þessu öllu er að hver í framtíðin, það unga fólki sem þarf að komast á fasteignamarkað. Þannig að leið og þessur hætt þá byrja að gera erfiðara fyrir unga fólki sem varst að fá lánaða peninga hjá að eignast íbúð eða koma sér á húsnæðismarkað. Þannig að mér finnst við hafa bæði tekið lán hjá unga fólkinu og svo refsa því. Þannig að en það er mín skoðun. Þetta er líka ástæðan fyrir því út af því ég veit að við erum voru komin á stöðnunarumræðina og ástæðan fyrir því að ég nefni þetta núna strax í upphafi og kannski útskýri það ekki nægilega vel er einmitt út af því ég tel að þetta sé helsti drifkraftur þessar stöðnunar sem á rosalega, það er ekki að segja rætur en þetta er rosalega þungt í vöfum sérstaklega hjá yngri kynslóðinni og ég einhvern veginn svona pirra mig ekki á því út af því að við myndum koma inn á þetta ég pirra mig ekki sérstaklega á, þú veist, ég hef sagt að ungt fólk sé mjög latt og það tekur vondar ákvarðanir þar og mikið að svo sé sósíal það telur að 36 klukkustunda vinnuvika munu koma til með að í rauninni standa undir öllum þeim allri þeirri velmegun sem að þau telja sig líka eiga skilið en aftur á móti þá er ég ekki pirraður yfir þessu hugafari hjá unga fólkinu, gagnvart unga fólkinu ég er meira pirraður út af þeim hvötum og þessum svona stöðnunar hvötum sem við höfum í rauninni lagt upp með meðal annars út af þessari peningabrendun eins og þú ert að benda á. Já, ég held að stærsta áskorun Íslands í dag sé ekki endilega hrun heldur þessi hætta á stöðnun og ég er ekkert að tala gegn öryggi í þessari grein eða stöðuleika eins og ef verið að reyna að koma á ég er bara að velta upp þessari spurningu
hvort að samfélög getur orðið svo góð í því að verja það sem þau eru eiga og það sem þau eru í dag, að þau veikist smá saman og verði léleg að skapa það sem kemur næst. Og það í raun og veru það sem að ég er svona að reyna að benda á í greinni, og ég trúi því að öll samfélög þurfi 2 krafta. Við þurfum kraft sem heldur utan það sem er að virka í dag, og við þurfum kraft sem þorir að fara og byggja upp eitthvað nýtt, og annað skapar stöðuleika og hitt skapar hreyfingu og vöxt til framtíðar. Og ég er svona með því að taka nokkra hluti til í greininni, ég er svona veltaði fyrir mér hvort að við séum orðin og við séum bara búin að skapa samfélag sem er orðið farið að snúast í kringum algjöran stöðuleika. Já. Að halda utan það sem við erum í dag. Þessi þáttur í boði Þór Grímsson og Co. fyrirtæki sem að flestir í byggingabransanum þekkja vel, og það ekki af ástæðu lausu. Ef þú ert í einhvers konar verkefni, hvort sem að það smá heimaverkefni eða stærri framkvæmdir, þá þetta einfaldlega staðurinn. Þeir eru með allt frá veggefnum og loftefnum yfir í gólf, klæðningar og alls konar sérhæfðar lausnir sem að gera lífið þitt einfaldara. Ég hef sjálfur verslað við fyrirtæki gegnum tíðina einmitt til þess að finna lausn við hljóðeinangrun, sem líka ástæðan fyrir því að hljóðvistin hjá mér eins góð og raun ber vitni. En það sem að kannski skiptir mestu máli að þegar þú rennur við í Ármúla 29, þá færð þú alvöru ráðgjöf, ekki bara einhverja vöru, heldur hjálp við að velja það sem rétt fyrir þig hverju sinni. Eins og segi, staðsettir í Ármúla 29 í Reykjavík en senda allt land. Mjög þægilegt, kíktu á thco.is eða thorco.is og skoðaðu úrvalið. Hlaðvarpið í samstarfi við Happy Hydrate, en eins og ég hef nefnt áður þá nota ég bæði steinefni og kreatín daglega og þau gera lífið betra. Og nú komin nýjung þar sem að þú getur notað afsláttarkóðan 1pæling til þess að fá 25% afslátt þú skráir þig í áskrift og frían brúsa með. Svo 15% afsláttur hvern mánuð eftir það. Þetta sjálfsögðu steinliggur ef þú ert að nota þetta á annað borð, en einnig tilvalið tækifærið fyrir þá sem að vilja prófa, og ég lofa ykkur að þið munið ekki sjá eftir því. Steinefni gera daginn einfaldlega betri, og með því að nýta þennan afsláttarkóða ertu að sjálfsögðu að styðja við það að ég búi til þetta efni. happyhydrate.is, skráið ykkur í áskrift. Já, ég ég held að við séum sammála einhverju leyti, ég held aftur á móti að ég veit ekki alveg hvort við séum sammála hvaða kraftar þetta eru sem valda ákvarðanatöku, og ég alltaf að pæla rosalega mikið í bara ákvarðanatöku ungs fólks. Hvað það sem veldur því að það taki það ákvörðun sem að þau taka út frá bara svona, og sem fórnarkostnaðar af öllum öðrum ákvarðanatöku sem þau geta tekið. Og ég held að vandinn sé rosalega mikið að stjórnmálamenn telja sig í stakk búna til þess að taka ákvarðanir sem að valdi því ákvarðanir sé tekin, og þetta svona munurinn á hvötum og viljastyrk stjórnmálamanna. Það að segja bara vilji stjórnmálamanna að þú tækir þessa ákvörðun, tökum bara sem dæmi almenningssamgöngur. Við teljum að þegar almenningssamgöngur verða rosalega góðar, að það mun að valda því að fólk mun telja það fýsilegra. Aftur á móti rosalega erfitt að reikna þessa hvata út frá þeim forsendum að þú teljir að vera fýsilegra fyrir þau, að þau munu líka telja. Og það sem við erum búin að gera núna með unga fólkið að við erum búin að búa til bara þá ímynd, og þess vegna fannst mér greinin svo frábær, að stöðuleiki sé eitthvað sem mun sjálfkrafa valda því að óbreytt ástand muni halda áfram. Að þessi velmegun muni bara koma til með að skila sér út af því að við erum svo rosalega mikið að passa okkur að kviki út á sporinu. Við erum búin að öryggisvæða allt. Dæmum þetta var til dæmis þegar að krakkar í Vesturbænum voru búin að búa til nýjan kastala og Reykjavíkurborg ætlaði að rífa niður út af að hann var ekki öryggisvottaður. Já, við eigum svolítið stæmi við sameiningu Álftanes og Garðabæjar. Ég held nú reyndar að það sé bara einn maður í landinu sem að vottar leiktæki á leikskólum og leikvöllum, og gríðarlega góðu sölmaður, vegna þess að ég held að öll sveitafélög notan til þess að taka út leiktæki sín, en það voru heimasmíðaði kastalar á Álftanesi sem að börnin höfðu leikið sér lengi í.
sem að þurfti svo að rífa við sameiningu Álftanes og Garðabæjar og koma mjög leiktæki sem að uppfylltu strengustu og ítrustu kröfur. Ég heyri hvað þú ert að segja og ég ekkert að leita að sammála eða ósammála. Ég held að þetta snúist svolítið um hvatana og kannski hvaða hegðun við erum að umbuna. Og þar ef að samfélag umbunar fyrst og fremst fyrir sjáanleika það að taka litla áhættu stöðuleikan og eða að gera ekkit rámt þá auðvitað bara fáum við þannig samfélag og við þurfum aðeins að horfa í einn barm og hugsa hvað erum við að umbuna þess að hvað við umbunum í raun og veru það sem að kallar á þá hegðun sem að við getum svo ekki gagnrýnt skilur ef að það samfélagsviljinn þetta eru við erum eiginlega svolítið mótuð af því hvað samfélagi verðlaunar okkur fyrir og ef að fólk fær og ég bendi nú á það í greinni ef fólk fær skilaboðin veldu örugguleiðina forðastu mistök og haltuð innan einhvers ramma þá förum við sem samfélag smá saman að hreyfast í þá átt og má ég skjóta líka inn í það er ekki bara það að við ég meina að einhverju leiti þetta eðlilegur hlutur að ef að flestir væri að taka áhættu sömustu ákvörðunina hverju sinni þá varum við komið mjög svona óstabílt samfélag þannig að einhverju leiti viljum við líka passa upp á hana stöðuleika en það sem er skýrisamt þegar þú ert komin með þennan fullkomna stöðuleika er að þá verður fórnarkostnaðurinn af því að taka einhverja ákvörðun sem út fyrir boxið miklu samfélagslega svona dýrari það er að segja að þú veist félagslega svona ég ætla ekki að segja þöggun en þetta er ákveðið svona social outcast dæmi strax og komin í þennan þetta er pínuð Brave New World þar sem allir eru bara þú ert alltaf ánæður þú átt að vera hamingjusamur með óbreytt ástand þú átt ekki að vera kvik út frá sporinu ef þú lendir í einhverjum aðstæðum þar sem þið líður óþægilega þá tekur bara pillu og þá líður þið betur sem er svolítið með þetta greiningablæti eitthvað sem við gerum náttúrulega við svo auðvitað hafa samanburðurinn og samfélagsmiðlar þetta hefur allt áhrif og við erum kannski ekki endilega bara að bera okkur saman á samfélagsmiðlum núna við aðra í okkar samfélagi heldur aðra í öðrum samfélagum á meðan að ég er rétt rúmlega 50 ég er fyrsta kynslóð í Íslandi sem erfir eitthvað á þessu landi en þú farið í veiði í Víðdalsá einhvers þar og þú finnur norska feðga og þeir eru 5. kynslóð sem erfa allar atvinnuhúsaeignir í Oslo við erum mjög ungt samfélag og það er ekki til þessi hefð og þessi velmögun sem skapaðist áður. Ég er ekki að tengja þetta beint við þetta, ég er bara að segja þetta hefur auðvitað allt áhrif í stóra samhenginu, þessi samanburðarfræði og kannski eitthvað sem að svona í heildina við þurfum að hafa ágjur af Já, ég sammála þessu, mér veist og sérstaklega áhugavert út af því að þú sendir mér nokkrar hugleiðingar sem að þú vildir ræða. Mér þótti þetta með umbunina vera alveg rosalega áhugavert og þegar ég fór að hugsa hana líka á svona breiðari skala og ef við tökum bara síðastliðna 2 áratíi og kannski tökum sérstaklega svona kringum 2006 þar sem að áhættuhegðun var kannski umbunuð of sérstaklega á fjármálamarkaði þar sem að félagið minn hefur talað þetta sem svona Excel-kynslóðin sem að náða að sannfæra þá sem að voru ekki kannski nægilega vel að sér að það var hægt að réttlæta allt í Excel og bara strax voru komið tölur og þá er þetta flækja þetta fyrir þeim sem að kannski skilja ekki alveg Excel eða business í heildina og það sem að við samt gerðum í hruninu og það var nú bara í Morgunblaðinu í dag sem að við erum alltaf greinilega tölvört meira og það er að koma meira upp á hattinum að við höfum alltaf gullhúðað meira reglugerðir sem að varðar EES að við fórum að passa upp á það að í rauninni bremsa af alla framþróun á öllum sviðum og passa með þetta að þú ættir að passa að vera með þetta vottað, þetta á að vera vottað og
ég held að við höfum gengið svolítið langt í þessu, það núna var ég 16 ára þegar hrunið var, þannig ég get ekki sagt að ég hafi upplifað hrunið eins og fólk sem var búið að koma yfir sig þakka eða eitthvað þannig upplifað það, en hins vegar ef maður lesið sér til þetta og geðsræningin var að sjálfsögðu svo rosaleg og hún lifir svo mikið í okkur sko. Já, sko, við vitum alveg hvað það þýðir að taka of mikla áhættu, en þess að við erum búin að upplifa en við eigum það einhvern veginn til sem íslenskt samfélag að við erum eitthvað svona pendull og við bara förum alveg frá einni hliðinni yfir í aðra og það er raunverulega það sem ég er að benda á og ég tek dæmi, ég segi, þú veist þetta eru auðvitað stór sigrar í stóra samhenginu að hér erum við búin að vera að útskrifa konur, langflestir útskrifaðir háskólanemar undanfarið 20 ár eru konur. Nú langflestir sem starfa hjá ríkinu yfir 70% eru konur og langflestir sem að starfa í bankakerfinu eru konur og þannig búið að velja þessa öruggu leið og fara á örugga vinnustaf og þessir einstaklingar er ekkit endilega að fara að taka einhverju áhættu eða vinna út fyrir ramman þegar það er komið þangað. Og en þetta er sigur fyrir Íslands samfélag að við skulum ná þangað og það sem kannski truflar í þessu er þessi umræða alltaf aumingja strákan okkar og það, þú veist, ég held að allar fjölskyldur geti tengt, sko, það er allar fjölskyldur eiga einhvern aumingja Gunna, hún er aumingja Heiða og það er svolítið áhugavert þegar þú lendir í svolítið samtali að svara, hvað er að frétta af aumingja Heiðu? Og þá hafði okkur sér aumingja Heiðu, já, þú talar alltaf aumingja Heiðu, skilur við það hvað það er, menn þess að við eigum það til að aumingja Heiða bara inn í fjölskyldum og svo tökum við þetta út í einhvern veginn stóra samhengi. Ég held að sko að við þurfum að geta sagt þú getur skapað. Við þurfum að geta sagt þú getur byggt, þú getur tekið ábyrgð og þú getur tekið veruleika. Og við eigum svo fallegt mál og við eigum svo fallegt orð sem að heitir vinna og sem er alveg einstakt í tungumálum í Evrópu og ég áttaði mig ekki á þessu fyrir en við byggum í Englandi og ég var með tvítíðindu dóttur okkar og hún kom einhvern tímann heim einn daginn og spurði mömmu sína, hvað er pabbi? Hann er að vinna. Hún kom til mömmu sína stuttu seinna og sagði, pabbi er svo heppinn. Akkur er pabbi svo heppinn? Hann er alltaf að vinna. Og akkur segir þetta? Og hún var ekki alveg að fatta. En það er vegna þess að sko, við notum sama orð að vinna og vinni í lottó. Það var sigur. Já, á meðan þú veist, á ensku væri þetta working og winning og og þýsku arbeiten og eitthvað, en við erum sigurvegarar og þegar við segjum, já, hann vinnur svo mikið, þú veist, við erum, og það er hluti af tungumálun okkar og ég held að við ættum að embracea það svolítið og tala það upp hvað við erum dugleg þjóð og höfum verið já, þannig ég svona til þess að árétta hvað við eigum fallegt tungumál og hvernig það getur hvernig það getur stutt samfélag okkar þannig að samfélag verða ekki sterk þegar við segjum ungu fólki stöðugt hvað þessi brothætt þú veist, unga fólki okkar verður sterkt þegar við segjum því kannski hvað það getur orðið hvernig framtíðin hvernig það getur skapað framtíðin okkar Hlaðvarpið er í samstarfi við heitirpottar.is hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottin þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú er jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það er ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því er mikilvægt að huga að báðu og það er nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottin eða gera þetta frá grunni þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13 en þar er opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Það er hérna og þetta er eiginlega beintengist því sem ég var að tala áðan í samhengi við kynslóðamunin. Ég veit ég er búin að nefna núna nokkrar bækur en það er önnur bók sem ég er núna að lesa sem heitir The Box eftir Mark Levinson
okay. þar sem hann að fjalla sem sagt stöðlun að byrðaflutninga bara hvernig 20 feta og 40 feta gámanir eru til og hvernig allir fóru að aðlaga sig að því og spennandi, ég hef ekki lesið þetta. Nei, ég mæli alveg, ég að fara að fá hana Birnu Ósk sem í húsasmiðin núna. Safniðin í stjórn Skeljungs einu sinni. Er það ekki? Jú. Já, ég að fara að taka þessar hlaður við hana núna á 5. og ákvað að lesa þessa bók til þess að undirbúa mig fyrir það. En í bókin þess að fjallum hvernig vinnumarkaðskerfin hafa breyst alfarið út frá þessum sem heitir longshoremen sem eru þeir sem eru að vinna á bryggjunni kringum svona 1910 og til svona 1950 56, 7, 8 þá fer þetta að verða svona meiri sjálfvirknivætt og það fer að fækka en að þetta er grundvöllur allra þess svona stjætta ágreinings sem að verður á þessum miklu hreyfingar árum og þegar þú talar þetta með að vinna og ástæðan fyrir því held að við Íslendingar tölum þetta sem að vinna saman sem sigur nákvæmlega út af þessu að það voru þessi longshoremen sem að vissu ekkert hvort þeir myndu fá vinnu eða ekki en aftur á móti var það ákveðin lukkupottur þegar að stór byrðarsending þá var það náttúrulega ekki að með staðláða ég vissi ekki hvernig byrðarsendingar myndu koma en þannig kringum 1940 sérstaklega með svona stríðsárunum þegar það var mikið að byrðaflutningum að þá var það sigur fyrir þessar sem voru að bíða á bryggjunni eftir vinnu allan daginn en við höfum snúið þessu svolítið við að núna er vinna kvöð nátengt við einhvers konar mannréttindi það er að segja að það eru stórkostleg mannréttindi og það er að segja að stéttarfélögin hafi áunnið þann rétt í gegnum einmitt þessa menn sem voru að vinna þarna á bryggjunni þessu tíma og Íslandi í síldinni eða á sjónum eða hvað sem það var en núna höfum við farið svolítið langt í þetta að þú veist að ég mæti til vinnu og ég tala líka við atvinnurekendur sem að tala það að unga fólki sem að koma til þér í dag eru svona, fyrsta spurningin ekki get ég fengið yfirvinnu eða eitthvað þannig heldur hvenær fæ ég sumarfrí hversu langt fæ ég sumarfrí Já, þetta er reyndar svolítið ég veit ekki hvort við erum að fara út fyrir efni vegna þess að greinin sem birtist í Morgunblaðinu og undan þessar grein sem ég kom hingað til að ræða með þér það var grein sem ég skrifaði sem heitir kynslóðastríð á vinnustöðum og þetta er þessi algilda umræða að einmitt að það hafa orðið breytingar og á vinnustöðum í dag eru bara 2, 3 og 4 ólíkir hópar annað og hvað er vinnusamband? Vinnusamband er samband réttindi annars vegar og skyldur hins vegar og svona út á við og í umræðinu þá virðist vera að fólk álítið sem svo að eldri kynslóðirnar séu með skyldurnar sínar algjörlega á hreinu á meðan yngri kynslóðirnar séu með réttindin sín algjörlega á hreinu og svo mætast þessi tveir hópar á vinnustað og það verður skörun eldri hópurinn hann myndi segja er í lagi að ég fá að fara klukkan 3 dóttir mín er að fara í brúðkaup ég er að fara í brúðkaup dóttir mín eða eitthvað á meðan að yngri kynslóðirnar tilkynna þér, herruðu, ég ætla bara að láta að vita ég er að fara svo klukkan 3 það stendur hérna Já, og svo sko byrja sko starfsmannasamtöl eða launasamtöl, hvort heldur sem það er þau byrja ekki lengur á hvaða árangri hefur þú náð á senast ári, þá byrja bara, herru, ég vil fá 200 skallin það er allt einhvern veginn að snúast við og í greinu minn er ég að benda á að þetta er faktískt ekki stríða milli kynslóða þetta eru breyttar vinnureglur út af breyttu samfélagi og það sem ég er að benda á er í raun og veru að ábyrgðin liggur hjá okkur stjórnendum að koma skilaboðum nýju vinnuregluna betur á framfæri og ég kem með eitt punkt sem er óréttlæti sem skapast á vinnustöðum út af því að þú upplifir óréttlæti út af þessu þú upplifir óréttlæti út af því að hann fær að gera þetta svona en hinn ekki og ég er á því og ég svo sem er ekki með einhverja mælingar að óréttlæti sé líklega eitt svona eitt mesti ósýnilegi kostnaður fyrirtækja og þegar þú lest ársreikninga fyrirtækja þá sérðu á gjaldahliðinni, þú veist hver launin voru, hver húsaleigan var og þú sér
hverju vexti voru en þú sérð ekki hvað var óréttlæti en það inn í fyrirtækinu og ef þú ert ekki búin að spynna við því með því að vera betri að koma skilaboðum til starfsmanna nýjar vinnureglur og vinnustöðum þá ert þú að díla við eitthvað sem heitir óréttlæti og óréttlæti hegða sér eins og vextir það verða til svona óréttlætis vextir þetta, eins og vaxtavextir, þetta vex inn í fyrirtækinu og þú tekur ekki á því strax þannig að þetta snýst skilabóðina og þá komum við aftur því hvað þessi skilabóð vera vegna þess að munur á milli kynslóði líka þessi að eldri kynslóðin hún var að vinna með hagsmuni alls fyrirtækisins, alls teymisins, alls hópsins að leiðarljósi. Ertu með mér? Og sama tíma þá voru yngri kynslóðnar einhver lappar á eftir samstarfsmanni á vinnustað það dettur krumpað blað í gólfið og hann tekur það ekki upp. Og þú segir, heyrðu, við tökum upp svona. Það stendur ekki í starfslýsingunni minni. Fyrir ekki, ég ætla bara að segja þér, við getum ekki skrifað svona í starfslýsingar. Og skilaboðun nýjar vinnureglur verða ekki í starfslýsingu. Þetta snýst að breyta hugarfarin okkar, stjórnenda, þetta ábyrgðin liggur í okkur og við þurfum að koma umferðanreglum vinnustaða betur á framfæri. Sérðu það með ég aðeins komin út fyrir efnið? Mér finnst það ekki. Mér finnst það bara, ég tel að þetta sem að þú ert að ræða hérna tengist sko með fullkominni fylgni, bara einn fylgni á þessari stöðnun og ég held að sé líka ákveðin vandi sem að leiðar okkur út í svolítið heita kartöflu sem að ég veit ekki, þú veist, hún kannski heit kartöflu fyrir þig, ég náttúrulega elska þessar heitu kartöflur. Þú mátt segja hvað sem Ég má það. Sko, það aftur á móti bara einn hængur á. Kjartan Örn ræður til sín starfsmann nýútskrifaður með viðskiptagráðu ætlar að takast á við einhverju verkefni varðar bara það að hagræða í bara stórum heimilistækjum sem svo í Árumsson og þú sérð að það sé eitthvað sem hægt að gera þarna, þú hefur ekki tíma til að sinna því, aftur á móti farið til mann, hann fær ákveðna starfslýsingu það hvar hann að vera að skoða og hvar hann að vera að finna hagræðingu síðan kemur hann og mætir og hann segir ég samt, þú veist, náttúrulega ekki var að vinna á föstudögum út af því að ég hef aldrei verið að vinna á föstudögum og ég bara ætla ekki að vera að gera það og þú segir ok bara með því að segja ok ég búið til óréttlæti á vinnustæðum gagnvart öðrum já, mögulega, en hann kannski bara fær aðeins minna borga, hvernig sem við útvönu það svo kemur upp ágreiningur og þú segir, heyrðu, þú ert ekki að skila af þér, ég verð að fara að sjá eitthvað meira hann segir, já, en ég inni 12% launahækkun út af því ég er búin að vera í starfi í 3 ári eða hvernig sem að var innbyggt inn í samningin og þú segir, já, ég vil samt fara að sjá einhvern árangur áður en ég fer að uppfylla þau skilyrði og segir hann, já, ok, en það bara búið að bjóða mig starf hjá hinu opinbera þar sem að ég er með miklu betri laun ég er með miklu minni starfskyldur ég er ekki með yfirmann sem er að reyna að tróða sama priki upp í raskatið á mér og er upp í honum og ég þarf ekkert að sinna þessu og ég er að fara að fá 20-25% hærri laun hjá hinu opinbera hvernig áttu að keppa við þetta? Nei, við erum búin að sjá þetta á almenna vinnumarkaðnum við erum bara búin að sjá til dæmis þegar Reykjavíkurborg ákvað að byggja upp hvernig var þetta, kringu 2020 hugbúnaðar og reynsuðu út úr fyrirtækjum allt í kringum okkur fólk og yfirborgaði það 10 milljarða sem fór í þetta verkefni þá hristu menn hausinn Þónið held ég þetta heitið þá hristu menn hausinn en orðum þetta bara öðru sí það Hildur á fyrir stafni þetta verður hörkudjobb en hún verður með hnífinn á lofti Þú ert að tala Hildi Björns, þú ert ekki að tala einhverja random Hildi eins og Heiðu á það Nei, ég er ekki heldur að segja auðmikið Hildur Nei, ég hef auðmikið að veið ekki neitt Jú, kæru hlustendur, hlaðvarp í samstarfi við fyrirtæki sem að vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim að sjálfsögðu alvöru bón Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins eykur alvöru bón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum
Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkjurðu bara á staðinn af Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. En málið að þetta auðvitað bara alveg ótrúlega mögnuð áskorun og auðvitað bara að fjölgun opinbera starfsmanna undanfarin misseri hefur auðvitað verið. Við þurfum auðvitað að huga að þessu vegna þess að við getum ekki, einkamarkaðurinn getur ekki minnkað svo mikið að hann haldi ekki uppi opinbera geiranum okkar. Og það alveg ljóst á þessum tímapunkti sem við erum að tala saman hérna í dag, hvað 27. maí 2026, að hér búið að gjörsamlega taka allt súrefni úr atvinnulífinu. Við erum búin að ná algjörum botn í hagsveiflu og þetta verður líklega lengsti botn sem við höfum komið á vegna þess að við verðum hérna örugglega næstu 12 mánuði. Þangað til að við byrjum að sjá einhvern snúning upp á við í samfélaginu. Á hverju segir það? Já, þú veist, það bara búið að kæla hagkerfið þannig og við sjáum það til dæmis bara í byggingageranum, þetta náttúrulega bara útskot núna en núna til dæmis ekkert að gera hjá verkfræðingum og arkitektum. Það þýðir það að það verða enga teikningar að húsum eða blokkum tilbúið hérna eftir 1,5 ár til þess að fara að byggja eftir. Og þetta byrjar alltaf á þessum enda og það tekur alltaf tíma að koma hjólunum aftur á stað. Og við höfum ekki lent í þessu þó hafi verið svona, það verið alveg svona ríkt í skiluru undanfarin misseri, en við höfum samt verið að ná þetta 3.000 íbúðum í 9 íbúðum ári í framleiðslu. Og við þekkjum þetta mjög vel hjá Ormsson, við erum mjög stór í heimilistækjaðinaðinum, já, en ekki síður innréttingunum Það erum 4% af öllum nýjum íbúðum með innréttingar frá okkur. Og yfir helmingurinn með tæki frá okkur, þannig að við erum og AEG þetta langsterkasta vörumerki á Íslandi þannig að í þessum hvítu vörum, þannig að við þekkjum þennan gera mjög vel og við sjáum alveg hvað er framöndan og við vitum, þú veist þið voru að reka fyrirtæki sem er okkar og hér nú gósa á stríðinu þá erum við auðvitað búin að mappa upp all sveitarfélögin í landinu, öll aðalskipulög, öll deiliskipulög og vitum nákvæmlega hver heldur á hvaða lóð og síðan það auðvitað bara okkar að klukka og halda áfram. Og þegar að Sigurður Ingi sem innanríkisráðherra, var hann ekki innanríkisráðherra? Innviðaráðherra, kom eitthvað frétt það, hann ætlaði að ráða teymi til þess að fara að reikna út hvað er margar lóðið, þá reyndi ég ítrekað að ná á hann til þess að upplifa, hann segja hann getum bara fengið sér gögn hjá mér þetta líka fyrir, þannig að ég held að ýmislegt sem að hið opinbera að gera liggi nú bara fyrir hjá einkaaðilum, þannig að við auðvitað getum ekki operatað í business eða náða einhverju samkeppnisforskoti nema við séum með meiri þekkingu en næsti aðili sem við erum að vinna með og svo víðari. Þannig að já, það er svona mín skoðun á því Já, nei ég bara og eins og segir og kannski svo ég tengi þessa punta þess betur, ég tel þetta að vera samofið einfallega út af því að við erum náttúrulega búin að vera með stórkostlega sérkennileg úrræði á byggingamarkaði bæði hvað varðar innspýtingu á ýmsum sviðum, ég ætlum til að hlutdeildarlán sem byggist á því að vera að koma þaki undir fólk sem er ekki með peninga fyrir því sé ekki til langs tíma litið gott. Konráð Guðjónsson kom með frábæran punkt þar sem hann var að segja að þegar við erum að hugsa húsnæði að þá hefur að vera að hugsa húsnæði fyrir þá sem er að fara að greiða fyrir húsnæði ellegar erum við ekki að losa þær íbúðir sem að þá tekjum inni eða aðrir hópar geta fengið miklu meira að klappa okkur á baki fyrir það að rétta lyklana til einhverjar ákvæðna mannesku sem er hjálparþurfi. Félagslega kerfið hefur náttúrulega byggst lengst af upp á þessum forsendum með ákveðnum góðum braga svona mestu leyti og þetta er náttúrulega eitthvað sem er slæmt til lengri tíma litið en svo náttúrulega erum við líka bara í þessum stöðnunarfas út af því að við teljum fólki í trúum að það eigi að vorkenna sér til velmegunar og við séum í rauninni að fara að niðurgreiða tilvist fólks og það mun koma til með að leiða til betra samfélags. Og þetta er ástæðan fyrir því að það er frábært í Conflict of Visions eftir Thomas Sowell sem hann segir að versta við
kapitalistana að þeir skilji ekki af hverju kapitalismi virkar. Þeir bara vinna innan einhvers kerfis og skilji ekki af hverju, og það náttúrulega þessi ósýnilega hendi, og þeir skilji ekki af hverju hægt að koma til mótsvisa þarfir, þeir bara vinna innan kerfis sem get ekki útskýrt það. Aftur á móti geta sósíalistanir útskýrt mjög vel af hverju þeirra hugmyndafræði klikki, og þeir sem rosalega góðar útlistingar á því nákvæmlega af hverju þetta klikkar, og það sé svolítið vandinn við það af hverju margir telja það kerfi vera svona fýsilegt. Nú það búin að kveiki í mér sko. Ég ætla að botna þetta áðan með því að segja sko að út af því hverju er búið að ná fram í íslensku þjóðfélagi í dag með þessum hægagangi og stöðnun, þá er raun og veru, og við vorum að tala að einkageirinn þarf við að halda upp í hinu opinbera, þá í raun og veru erum við að komast á stað núna það sem ég sé fyrir mér gerast á mjög mörgum á Íslandi er hagræðing í formi sameininga fyrirtækja sem að mun þá þýða fækkun fyrirtækja og meiri samþjöppun og á markaði, og það er raun og veru það sem að núverandi ríkisstjórn er búin að ná fram, ef við getum sagt sér svo. Þeir munum þá vera búin að ná því fram að minnka samkeppni á Íslandi. Varandi hlutdeildarlánin, ég ætla að segja þér, ég er auðvitað búin að tjá mig mikið opinberlega þessi kerfi, og vakti fyrst athygli á því þegar verktakarnir komu með þessa útfærslu sína sem að stefnir var á bakvið þessa leið og Reyr 20, já. Reyr 20 eða Skuggi 20 eða bara byggingafélögin komu öll með 20, þar sem að þau í raun og veru buður að kaupa íbúð, hvaða íbúð sem er, í hvaða stærðaflokki sem er, og verktakinn átti 20% íbúðin á móti þér. Þetta er þekkt módel, ekki nema 100 ára gamalt módel frá Skandinavíu, venjulega tekur okkur 10 ára að taka upp hluti frá Skandinavíu, þetta er 100 ára gamalt og er kynnt hér til sögunar í september á síðast ári. Og þetta er ekkit flókið módel, því þú veist, þú býrð í íbúðinu og mannisana, og þetta er ekkit nauðval eins og Ragnar núverandi húsnæðismála ráðherra benti á, hann benti á að þetta væri nauðval, hún finnst meira nauðval að eiga 80% íbúð heldur hún að vera fastur á leigumarkaði, sem ég finnst algjörlega fráleitt. En þarna ertu með módel sem er þekkt erlendis frá, og ég held að ég las það einhvers staðar að 70% af öllum íbúðum seldum í Oslo og síðast ári voru með svona kerfi. Nú, þessi 20% bera svo 5% leigugjald, og síðan þegar þú selur íbúðina þá í raun og veru fær viðkomandi 20% af því verði sem að íbúðin er þá seld á. Síðan er þetta að tala hlutdeildarlánakerfi HMS sem að í mínum huga er lottóvinningur, og ég ætla bara að nota tækifærið að hvetja alla sem að mögulega er að kaupa sína fyrstu íbúð á markaði að fara út og ná í þennan lottóvinning. Þetta er jafn gjaldþrotakerfi og íbúðalánasjóður var fyrir ríkið á sínum tíma. Þarna er þetta með kerfi þar sem að þú fær 20% í eign, reyndar er þetta bara 2 tegundir af íbúðum og það með ekki kosta meir en ákveðið og það með ekki vera fleiri fermetrar en ákveðið. Fyrir ákveðna tekjuhópa, ákveðna kjörum. Já, þetta er bara, þetta henta mjög vel fyrir ungt fólk sem er að byrja að búa. Nú flestar íbúðir sem hafa verið framleiddar inn í þetta form sem að HMS við byggðum eru í Hafnarfirði, en það hefur Hafnarfjörður verið það sveitarfélag og sem hefur í raun og veru komið sem mesta móts við byggingaverktaka. En það ertu með kerfi sem er að virka og það er engin renta af þessum 20%, bara þegar þú og ef þú selur íbúðina þá, þú veist, fær HMS 20% af söluverðinu, en það er engin renta á 20% ólíkt engakerfinu. Þannig að ég segi bara, þetta er lottóvinningur og að meðan þessu er haldið út og Inga Sæland er nýbúin að auka fjármagnið inn í þetta, þannig að mér skilst að á þessu ári eigi að útluta fleiri hlutdeildarlána með nokkuð tíman fyrr. Og ég segi bara, sækið Mér finnst þetta svo ævintýralega heimskulegt kerfi út af því að það sem náttúrulega gerist innan þessa kerfis, í fyrsta lagi hafa náttúrulega fermetranir farið ótrúlega illa. Það er að segja að úthlutun per fermeter
hefur verið alveg ævintýralega heimskulegur þar sem að einstæðingar til dæmis að fá 4 herbergja íbúðir og fleira í algjöri dellu. Fólki náttúrulega ekki úthýst fyrir það að ef þú varst til dæmis í námi og varst að klára ákveðna gráðu og varst með mjög tekjulár yfir ákveði tímabil að það náttúrulega kemst þú inn í kerfið en svo ertu kannski með eins og hefur verið að koma dæmi að fólk með 1,5 milljón innan þessa kerfis þrátt fyrir það að fengi þetta úthlutað. Þetta náttúrulega kerfi sem að veldur því að jafnvel ef þú tekjulár og það verður kannski einhvers konar fall í verði á fasteignamarkaði að þá myndir lenda í svolítið sjálfheldu, sérstaklega þú ert með verðtryggt lán, ég hef verið að gera útreikning á þessu, þar sem að fólk getur komist í vonda stöðu og verið fasteigna kerfisins, hægt að færa rök fyrir því að það eitthvað sem að réttist af yfir tíma ef að sagan hefur eitthvað að segja til það. En aftur á móti að þá líka annað í þessu sem að það eitthvað stór undarlegt í gangi hjá Bjarg og ég hef sagt að þetta sé eitthvað sem að þarf að skoða miklu meira þar sem að ársreikninga þeirra fyrirtækja sem eru þannig inni eru að greiða ótrúlega háa hlutdeild í arð og launatengt gjöld og jafnvel bara með einn eiganda. Þannig að fjármögnunin á þessu verkefni eitthvað stórundarlegt. En nú ertu byrjað að tala eignarhaldsfélagi Bjarg, sjálfseignarstofnunina Bjarg, ég bara þekki það verkefni ekki nóg. Nei, enda ég bara að tala svolítið svona frjálslega þetta. En hins vegar þá, út af því að við erum að tala þessa stöðnun og við erum að tala það hvernig svona samfélagi þróast, að það versta við þetta kerfi kemur nákvæmlega inn í grunninn af því sem við erum að tala hérna, sem að þeir sem eru duglegir og vinna meira heldur en aðrir eru ólíklegri til þess að komast inn í þetta kerfi. Þeir fá ekki að fara inn í þetta kerfi út af því að þeir eru of tekjuháir og falla þá á milli skips og bryggju. Sem að þýðir það að fólk sem að vinna sér inn fyrir húsnæði ólíklegra til þess að fá það húsnæði sem hvað langhagstæðast ef við metum út þínum forsendum og að þeir sem að vinna meira fyrir sér eru þá ólíklegri til þess að komast inn á fasteignamarkað? Já. Það eru öfugsnúnir hvatar. Já, og það svo sem bara eins og að mennta sig á Íslandi. Þú ert langskóla menntaður og þú ert ekkert líklegri til þess að vera með hærri laun heldur en maður við hliðina þér. Nei. Þetta við erum búin að búa til mjög svona mikið það mikill jöfnuður í okkar samfélagi þegar það kemur að og sem að á margan hátt einmitt svolítið óskiljanlegur og þetta sem þú ert að lýsa að þetta skulle verið tekjutengt alveg eitthvað sem að maður má hugsa þetta er eiginlega sama dæmi og með menntunum okkar þetta samfélagi sem við viljum skapa að þú mentið þig og sækið þér alla þessa þekkingu en svo eiginlega skiptið ekki máli þú hefur alveg getað verið að vinna ég veit ekki ég ætla ekki að gera lítið um einu starfi mér finnst öll störf mikilvæg og þetta svolítið merkilegt að þegar maður fer til New York og labba Brooklyn Bridge sem á endanum var byggð af konu verkfræðingurinn var kona, maður hennar dó mjög snemma í ferlinu og hún byggði þessa brú og maður hugsar, hvað skilum við eftir okkur? Ég geti ekki byggt þessa brú ég geti ekki sest niður núna teiknað og reiknað út og byggt þessa brú hvað þá þessi háhýsið þarna og þetta kemur aftur að þessar stöðnun og í raun og veru hvötum og hvað ætlum við að gera inn í framtíðina og hvað erum við að styðja við þú veist frumkvæði mótast líka kerfinu sem við erum í og við þurfum að gera eitthvað til þess að skapa frumkvæði. Pilsa ekki eins þegar hún ekki frá bæjarins bestu pilsum. Það vita það allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pilsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það annarkvort svo ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pilsu eða svo vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pilsu sem ekki frá bæjarins bestu pilsum. Og það vita það í rauninni allir að það þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pilsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fá þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Þetta kemur bara aftur að þessari, hvað verðlaunum við? Hvað erum við að gera
hvað vinna og ég tel að að eins og með sérþekkingu að við erum með þessum svona hugmyndum jöfnuð að íta okkur lengra í átt að því að við vanmetum sérhæfingu. Ég held að það sé bara eðli máli samkvæmt. Og núna þarf ég sko að hringi iðnaðarmenn ef ég ætla að koma nagla í þjöl. Ég er bara hrædd, ok, ég fullangt ekki, en ég treysti mér ekki í það að vera að sinna einhverjum iðnaðarstörfum, en ekki nóg með það sko, ég vil heldur ekki sinna þessum iðnaðarstörfum, einfallega út af því að ef ég er að gera eitthvað, það er eftirspurn eftir mínu vinnuframlagi, til dæmis í hnefaleikum, ég kann að kenna hnefaleika, og ef ég er að kenna hnefaleika á meðan iðnaðarmaður er að sinna einhverju heima hjá mér, að þá er það miklu skynsamlegra heldur en ef iðnaðarmaðurinn hefði setið heima og ég væri heima að gera þetta örugglega, hvað var að segja, örugglega svona 10x hraða. Ég held í hagfræði 101, þá veist, ég byrjaði nú í hagfræði háskólanum, var þetta ekki sagan lögmann og manni sem átt að slá? Jú, nákvæmlega. Og þetta er nákvæmlega svo saga. Og meiri sé að þegar að það tekur lögmanninn sem er mun dýrari á klukkutíman, jafnlangan tíma og sláttumannin að slá, þá borgar sér samt fyrir lögmanninn að sleppa því að slá. Já, nákvæmlega. Þetta er þessi. En sko, ég ætla ekki að taka stjórn á þættinum, en ég ætla samt að segja, sko, svolítið áhugavert umræðan sem skapaðist eftir ég byrti þessa grein. Við fengum alls konar fólk, ég postaði þessu á Facebook síðuna mína, sem er svo sem, þú veist, ég er ekki einhver Instagram stjarna eða Facebook stjarna með bara eitthvað eðlilega og það voru mjög flottar athugasemdir, bæði Egill Helgason kommentaði, Andri Snær kommentaði og þú veist, sjónarmið úr svona bæði hægri vinstri og svona og bæði opinberra og einkageranum og svolítið gaman að því þegar maður fær bara skilaboð frá fólki sem að þekkir ekki neitt en það sem að Egill Helgason benti á, sem að var svona atriði sem ég var ekki alveg búin að hugsa til fullnustu þegar ég var að skrifa þetta, svo ég var, þú veist, fjármagnið og framtíðin og lífeyrissjóðnir, hann bendir á hvað lífeyrissjóðnir eru sterkir í okkar samfélagi, lífeyrissjóðnir eru þetta bara við og það kom fram hana í umræðinni sko að þeir sem ráði fjármagninu skipti gríðarlega miklu máli og sem eru þá lífeyrissjóðnir og fjárfestar og bankakerfið og út af því að maður er svona, þegar að bankakerfið er allt farið að vera svona regulatað og passa upp á núverandi kerfi og passa upp á áhættuna, taka ekki áhættu, ekki lendi í öðru hruni þá er kannski og það er alveg eðlilegt að við séum að sýna ábyrgð þegar kemur að því að fara með sparnað fólks og þetta er auðvitað sparnaðurinn okkar en samfélagi sem vill vaksa það þarf líka að fjármagna framtíðina sína og hér kemur eiginlega vandamálið að ég held að sko að flottustu verkefnin í framtíðinni þau eru líklega ekki örgustu verkefni núna á pappír og við þurfum svolítið sem samfélagi að ákveða og við höfum alltaf tekið áhættu, Íslands samfélagi hefur tekið áhættu en við þurfum eiginlega að ákveða sko hvaða áhættu á íslenska samfélagi að taka og mér finnst ekki vera mikil umræða það er eitt mál sem aðeins poppar upp það er olíuleit, það er til dæmis áhætta sem að við sem samfélag þurfum eiginlega bara að fylgja okkur á baku og segja, herru, já, förum í olíuleit við þurfum að hugsa olíuleit við höfum gert þetta áður, ég meina hvað styrkti Steingrímur Hermannsson refabúarækt lengi það var áhætta sem íslensk samfélag var tilbúið að taka skila hún árangri, ég er ekkert viss um það nú við tókum áhættu þú veist, ég er nú bara að sækja eitthvað sem 20-30 ár sko, við tókum auðvitað áhættu þegar við fórum í eldisframleiðslu á fiski, hvort það er laxeldi eða þorskeldi og allt sem, við erum búin að vera að taka áhættu þar en í augnablikinu þá finnst manni vanta einhverju hugmyndafræði þá hver er næsta áhætta sem við ætlum að taka hvaða áhættu erum við sem samfélag að fylgja okkur á bakvið og fara að sækja fram í og meðan að umræðina vantar og þetta er ekki einu svona dagskrá þá aftur, hvað er hvatinn og hvað erum við umbuna í þessa átt
Ertu með mér? Ég 100%, ég líka bara í mann sko, fyrsta skipti sem ég tók viðtal við Guðmund Fertram Já. Þá fór ég hérna norður eða vestur á Ísafjörð Við stofnum með mitt fyrirtæki saman það? Verna, sem er tryggingatækni fyrirtæki og ég og Fanny kona sem er búin að sitja saman í stjórn þar og svo í COVID þá gekk okkur ekkit voðalega vel að vera að þvælast út í heim og selja hugbúnaðinn þannig að við ákveðum að sem sagt opna og sannreina caseið eða sannreina hugbúnaðinn Það eru reyndar fleiri fjárfestar hérna bakvið ég var hérna með góðum hópi manna Friðrik Snorrason leiddi verkefnið og hérna Andri Sveinsson þarna með okkur í þessu Birgir Örn Birgisson, Jón Óttar Birgisson og fullt af mjög öflugu fólki. Það þótulið? Já, þetta er tryggingatækni var svona nýtt orð upp úr 2020 alveg eins og fjártækni var kannski 5 árum á undan og við vildum svolítið ríða á vaðið en svo fórum við að stað með þetta og keyrðum á að selja tryggingar undir vörumerki Verna gekk bara vel, vorum með einhverja á 700.000 tryggingataka og svo spurðu okkur held ég fyrir hvað 2 árum erum við ekki konur svolítið langt frá verkefninu við ætlum að vera hugbúnahús þannig að Vörður keypti tryggingagrunnin okkar og við seldum svo tækjatryggingagrunnin annað og í dag stendur þetta eftir bara stand alone og var að sameinast við félagi eigu hvað heitir það sem hann með hann Yngvi þannig að núna erum við komin í félag sem er í viðskiptum við 30 þýsk tryggingafélag og hugbúnaðurinn vonandi vex og dafnar. Já, ég vona en halda áfram fyrir ég ætla ekki að grípa fram mér það er mjög skemmtilegu maður og gaman að vinna með hann. Hann er náttúrulega frábær sko en ég sagði við hann, ég man fyrsta sem ég sagði við hann þegar við hittumst, ég sagði þú veist, mér er alveg saman fisk, mér er helsta fegurinn við náttúrulega vöruna er að fólk geti labbað hann í þannig að þú veist, peningarnir mér frekar saman þá og þú veist, þegar kólaplast ætlar að kaupa þetta, blæti, ég held að það verið verið sem að kemur svo í kjölfari en allavega, mér var alveg saman peningana mér var alveg saman vöruna þannig nema náttúrulega bara ég á mjánaður að það væri til núna nýsköpun sem að let fólk ganga heilt á ný en það sem að ég var aðalega að spá ég bara, þú veist, af hverju verða það til og hvernig verða fleiri gera sér til og það er þetta sem að mér finnst við svolítið hafa glatað og ég held á þess að vilja fullyrða það nákvæmlega hvað hann segir og fyrirgefur, ég veit hann er að hlusta sko, Guðmundur ef ég fer með ránt með en ég held hann hafa einmitt talað það að svona núverandi landslag sé búið að gera þetta aðeins erfiðara og ég held að sko, svo ég kannski bara teki keri sér út fyrir svega einmitt að ég held að þessi stöðnun og að þetta framtaksleysi sé svolítið bundi við þetta og ég man, sko, það er alltaf út að þú vorst að tala fyrirtækjarekstur á hann það er eitt og ég veit við erum svolítið í 30.000 fetunum mér finnst þetta samt ógeðslega gott hjá okkur en ég man, og ég nefndi ég vona einhver sé að tengja já, það er held ég einhver að tengja en ég nefni þessu sögu mjög oft þegar ég er að tala við Þorstein Víglundsson og hann er hjá BM Vallá og hann segir eitthvað á þá leið, við erum búinir að taka upp ég er búin að spyrja hann leið ef maður segir þessu út af því að þetta var off-rec hann er að klæða sér í skóna þarna og hann er einhvern veginn svona velta þessu spjalli fyrir sér sem við vorum að taka upp og svo hristar hann hausinn og segir sko það sem er skrýtnast við nútíma landslag hér á Íslandi er að sko fólk heldur alltaf að svona aukin regluvæðing sé einhvern veginn svona taka meira af stórfyrirtækjunum að passa stórfyrirtækin séu örugglega að greiða sinn skerf og að passa upp á þau að þau séu ekki að fara eitthvað út fyrir reglunar þegar í rauninni regluvæðingin eina sem það skapar er bara þröskuldshindranir fyrir nýsköpun í mínu geira og hann sagði, þú veist, ég er með 2-3 lögmenn á mínum snærum sem ég get bara hringt í eitt fyrir bingo og borga einhverja 100 fyrir það að innleiða einhverja nýjar EES-reglur aftur á móti ef einhverja til dæmis segjum svo að reyna hann einhverja nýsköpun í steypu að styrkja steypu með einhverjum nýjum grunninnviðum eða fágætismálmum eða eitthvað þannig að þeir lenda í rosalega maðgangshindrunum sem hafa ekkert að gera með steypuna heldur bara með struktúr fyrirtækisins
og þeir veit ekkert hvað þeir að gera. Nei. Þannig hann sagði bara, þú veist, í rauninni þegar það verið að auka regluvæðingu, það verið að auðvelda mér að bara halda í einokun á markaðinu, sko. Já, þetta getur gerst, en ég segi sko margar af þessum reglum eru alveg frábærar og nú þurftum við til dæmis að jafnlaunavotta fyrirtækið okkar og það er þegar fyrirtækið kom með 50 starfsmenn eða fleiri og það verkefni er sko, ég er búin að mennta mig í alls konar skólum Barcelona og New Haven og ýmsum stöðum og oft þegar þú færð einhverja áskorun í þinni vinnu eða yfir daginn þá þarf maður að setjast niður og taka svona thinking time, svona smá hugsunartíma og sækja stundum verkfærin sem að maður lærði því að maður er ekki notað á hverjum degi þá er það ekki alltaf upp á borðum en jafnlaunavottun verkefnið er verkefnið sem hefur verið gagnrýnt alveg gríðarlega mikið og ég ætla alveg að leyfa mér að gagnrýna líka á hvernig leiti en verkfærin sem eru kynnti söguna þar eru opáslega holl verkfæri alveg sama þó að vinnustæðurinn veri bara karlmenn eða bara konur eða hvernig sem það væri þá er þetta rosalega áhugaverð verkfæri sem við fáum með þessa reglugerðin er svo bara ekki hugsu fyrir lítið landi svo Ísland og þetta er sko 50 einstaklingar starfsmannafjöldi til dæmis. Þetta er bara eins og hefur komið fram í umræðinni ísbúð sem er með 50 starfsmenn og enginn að vinna meir en 2 tíma í viku eða eitthvað. Hún þarf að fara í jafnlaunavottun og það er engar bjargir inn í ísbúð til þess að fara í gegnum jafnlaunavottun. Þannig að þú veist við þurfum líka bara að vera skynsum í reglugerðarvæðingunni og hugsa, herðu, hvað búa margir hérna? Hver er meðalstærð á fyrirtækjum á Íslandi? Hvernig eigum við að láta þetta fungera í okkar samfélagi? Þannig að ég tengi alveg við Þorstein og hans góða starf sem hann er að vinna í BM Alla og blessus minning pappa hann sem fór fyrir þessu fyrirtæki og kynntist feðgunum báðum á sínu tíma. En ég var einmitt fenginn í verkefni við að ég stundu segi að ég nefnilega bjó í Bretlandi þegar sko í aðdraganda hrunsins misti svolítið af partíinu og en kom svo heim og ráðin í verkefna við Landsbankans við fjárhagslega endurskipulagningu á fyrirtæki út í bæ svona að skúra eftir partíið og maður lifandi sko, ég veit ekki hvort ég myndi taka svona verkefna að mér í dag sko en maður var svona ungu maður og spenntur yfir því að láta reyna á þennan hluta lífsins líka en maður var líka gagnrýndur fyrir allan peningin fyrir að vera að bjóða einhverja frjálsa nauðasamninga og hvað það var sko að þetta var svona en sko tölum aðeins þessa áhættu Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Og Má ég skjóta bara einu inn í þetta því að líka þetta því að þú ert einmitt að tala með þessar hröðu ákvarðanatökur. Ég man að Birna Ósk sem ég var að nefna aðan og er að koma núna 5. daginn hún var hérna hjá APM Terminals sem er hollenska bara stórfyrirtæki sem þeir eru að taka gríðarlega svona veigamiklar ákvarðanir eru bara í mjög þungt í vöfum og hver einasta ákvarðun getur haft alveg svona svona afleitar ákvarðanir, ófyrirsjáanlegar og afleitar afleiðingar og hún var á fundi viðskiptaráðs þar sem hún var einmitt að sko setja þetta í samhengi við starfennar á Íslandi og hjá sem APM Terminal og sagði bara, þú veist, já, ég meina engin ákvörðun getur tekið kannski hálft ára eða eitthvað, en hér á Íslandi þá höfum við kannski að einhverju leyti svona innleitt þetta hugarfar að við séum á einhverjum gríðarlega stórum evrópskum skala þegar að einmitt við ættum að geta nýtt okkur smæðina með því að taka hraðar ákvarðanir og svo
kipa þeim tilbaka ef að allt verið skrúfuna út af því að við erum smá, við ættum að geta að vera að taka kvikara ákvarðanir. Já, sko þetta þú manst, sko það annars vegar ready, shoot, aim eða ready, aim og sumir reynda að skjóta aldrei sko. Mjög áhugaverð pæling og þegar að ég er nú ekkert voðalega gamall en ég man þegar ég er að klára Vestló þá er eiginlega samkeppnisforskot okkar Íslendinga auðvitað í smæðinni er fólkið í þá er ég að segja samkeppnisforskot okkar með önnur lönd var tungumál kunnáttan. Við kunnum fleiri tungumál heldur en flestir aðrir. Það hefur breyst þú veist 1995 þegar við útskrifumst Vestló þá tala Pólverjar ekki ensku sko. Það er erfitt að tala ensku í Frakland og Þýskalandi skilu, heimurinn er búin að breytast gríðarlega mikið. Hvert er samkeppnisforskot Íslandinga í dag? Hvernig hefur skólakerfið okkar breyst til að taka á því að við séum með eitthvað samkeppnisforskot í þessum stóra heimi? Ertu með mér? Og þetta er alveg eitthvað sem við þurfum að pæla í og ég held að kannski er áhættan ekki fólkin í því að breyta kannski er áhættan okkar eða allan svona stærsta áhættan fólkin í því að breyta því hvernig við undirbúum næstu kynslóð. Ertu með mér? Og þú veist, aukum frumkvöla fræði í skólum fjármálalæsi sköpun og gagnrýna hugsun og þá eru komin í alltaf umræði sem kallar á örugglega 5 þætti sko íslenska skólakerfið og ég hef alveg skoðun á því eftir að hafa setið 10 ár í skólanefnd sveitarfélaga en við þurfum auðvitað að hugsa þetta svolítið upp á nýtt hvernig sköpum við samkeppnisforskot. Við búum enn við það að við erum tengdar innbyrðis heldur en flest önnur lönd en við erum samt svo miklir hellisbúar og ég skal segja þér eina dæmis við ég er búin að þvælast á vörusýningar út allan heim þú veist Macau eða Las Vegas eða þú veist einhvers staðar í Kína eða hvar sem er út allan heim á einhverja vörusýningar og ég byrjaði á þessu upp úr aldamótum og ég man eftir því að ég bara sá það óvart stoppaði ekki eitthvað Global Scott og svo næstu sýningu þá sé ég aftur Global og ég hugsa hvað þetta, nei, svo ég labba og þriðju sýningunni sem ég sé Global Scott þá labba ég á hana bá og segi fyrirgeði hvað eru þið? Og þá segja þeir mér að Global Scott er bara svona sameiginlegt verkefni hjá utanríkisráðuneyti Skotlands sem er þá eitthvað og nýsköpunar sjóðið eða ráðið einhverju, þetta eru svona 3 apparöð annarkvort opinber eða hálfopinber apparöð sem halda utanum aðflutta Skota. Hverjir eru í námi erlendis, hverjir eru að vinna hjá hverjum, þú veist, ef þú ert í Minneapolis í skóla þá er þessi maður að vinna hann deildarstjóri, þessi framkvæmdastjóri hjá einhverju hjá Target, ef þú ert í Seattle þá er einhver að vinna hjá Amazon eða Starbucks eða Costco eða hvað það er og það er einhver í námi þarna og þetta er bara svona hald utanum og mér fannst þetta svo flott hugmynd, ég hugsaði ef það er eitthvað land í heiminum sem ætti að vera með svona reglíf þá er það Ísland. Já, við ekki bara búið það til, mér finnst það frábær hugmynd. Svo ég sendi langt bréf og þá var hann til utanríkisráðherra sem var Björn Bjarnason held ég. Ég held að mér minni þetta rétt, hann var menntamálaráðherra lengst af en mér minnir hann hafi verið utanríkisráðherra á þessum tíma. Það bara flettaði upp. Og ég allan sendi bréf á Björn Bjarnason þar sem að ég var að leggja þetta til og ég þekkti aðeins til inn í utanríkisráðuneytið vegna þess að ég hafði verið að vinna með viðskipta nefnd utanríkisráðuneytisins. Þeir á sínum tíma settu mig upp á fundi í Rússlandi 2001 þar sem ég átti gríðarlega mikið og mér sé að fekk skrifstofu sendiherrans til að taka á móti fólki sem svo reyndist ekkit vera málið, þeir eru ekkit voðalega spennt í Rússlandi fyrir að koma í opinbera en allavega þetta var gert og það var alveg stuðning við það. En þessi hugmynd og þessi hugmyndafræði er óbáslega góð og getur búið til samkeppnisforskot fyrir Ísland en sjáðu nú til. Þó ég hafi sagt á þann að ég hef ekki verið þáttakandi í partíinu, það voru stundum haldin partí í London sem að okkur var búið í. Og við vorum bara þarna ungi menn að byrja að búið til fyrirtæki og þetta var alveg skemmtileg saga að segja frá að við fórum úr engu í 11 miljardar veltu á 5 árum og yfirtókum fyrirtæki í Þýskalandi og urðum annar stærsti dreifingaraðal og aukalutu fyrir Farsíma og þetta er alveg skemmtileg saga og endanum þá var fyrirtæki svo
sett á markað í Svíþjóð og hérna er svona reverse innkoma þangað og gekk vel í mörg ár þangað til að COVID í raun og veru drap félagið. Ég var löngu hættur og löngu komin út af því. En ég man eftir því að hafa verið boðin í partí hjá einum af bönkunum og það sem var að fagna og opnun á einhverjum nýri skrifstofu. Það þurfti ekki meira til eða það var verið að byggja nýjan vegg á skrifstofu, þá var partíð eða eitthvað, ég veit ekki. Það var allavega, ég man eftir því að okkur boðið eitthvað teiti og svo að farið á eitthvað stóran bar og ég stend við hennar bar og það er einn af undraðsávíkingunum eða tveir sem að spyrja, hvað gerir þú? Og þá var ég búin að fá vitneskinu Global Scott og ég fyrir að upplýsa útrásarvíkingin já, við erum að gera þetta og bara gengur vel og við erum svona, þú veist og það var að ganga vel og það var ekki já, heyrðu, ég gæti þekkt eitthvað svona heldur í staðinn þá byrjaði bara stampinukefni já, það, veistu hvað ég er með og Það er ekki að segja nafnið eða? Nei, ég ætla ekki en sko, það sem ég er raun og að benda á að inn við beinið erum við svona hellisbúar hugmyndin og hugmyndafræðin á baku þetta er geggjuð, algjörlega og við ættum að reyna auðvitað ættum við sem samfélag að vera að búa okkur til samkeppnisforskot svona en við þurfum líka þá sem einstaklingar í samfélaginu að hegða okkur á sómasamlegan hátt ekki detti í hellisbúafræðin og fara í einhvern meting. Já, ég hef minni áhyggjur af metingnum, ég hef meiri áhyggjur af því að við séum oflítið í okkur, sko. Ég held að þetta sé, sko, já, þetta er bara, það er margt í þessu, sko, en ég bara tel þetta, sko, út af því að þetta er í grunninn það sama og við erum búin að vera að tala um allan tíman, að það er búið að vera að hefta ákvarðanatöku og já, það er örugglega fórnarkostnaður af því að vera eins og við vorum í hruninu þar sem að við erum með einhverja Excel-guffa sem að ringi seðlabankastjóra að fá milljarða, skilurðu? En sá fórnarkostnaður held ég töluvert minni heldur en það sem að við erum að gera í dag, sem er það að við erum ekki að hvetja ungt fólk til þess að taka áhættu. Heldur til þess að vera bara í heima á sér, sko. Og eða Súsi Social og náttúrulega svo kemur þetta líka inn á fasteignamarkaðinn, sko. Þar sem við erum að hvetja til þess að safna sér ekki fyrir íbúð, heldur að vonast til þess að vinna í lottóinu og segja það að þegar þau komast á vinnumarkað þá eiga helst að einbeita sér að réttindunum frekar heldur en skildunum, sko. Já. Þetta er mjög góða punktur. Ég meina að þú veist, þetta er þessi okkar sín á greinilega sameiginleg sín á til dæmis hlutdeildarlánakerfi ríkisins. Við verðum sem samfélag að vera sammála bæði áhættuna sem við ætlum að taka og við þurfum að vera svolítið sammála hvatana sem við ætlum að láta leiða okkur áfram. Ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara í gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á polsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir á polsen.is og lætur klára málið í dag. Hlaðvarpið eins og þið vitið er í samstarfi við harðfisksverslun Hrafnadals. Nú er ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta er valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt. Nú býð ég bæði upp á ísu og steinbít sem að kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi, viðbröðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun. Sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. Já, ég er enda ósammála því. Ég held að við þurfum ekki að vera sammála það. Nei, kannski ekki. Hins vegar þurfum við að passa upp á það að fólk sem við erum ekkert endilega sammála hafi samt sem áður getu
til þess að láta á það reyna? Mjög gott. Ég kaupi þetta alveg 100%. Já, en hérna rétt í lokin. Sameiginlega sýnum það við að passa upp á það hverju við getum boðið upp ákveðna áhættu, en ef þú horfir svona heilt yfir sviðið, nefnilega kannski svona 3 dæmi með þessu auki, hvað þyrfti að lagast til þess að við náum okkur upp úr þessum stöðnunar hjólförum? Já, ég held að við ættum einmitt, ég held að við séum að horfa inn í skólakerfið okkar svolítið, og ætli ég bara, kannski svar ekki bara stutt, sko, ef ég mætti velja eitt atriði sem myndi vilja sjá okkur, það að byggja samfélag sem að verðlaunar sköpun og frumkvæði. Já, umbuna réttu hlutina. Já. Það bara, þú veist, án þess að fórna stöðuleikanum á bakvið, sko, að við séum að umbuna þetta. Já, ég bara hjartanlega sammála því. Já. Það sé bara góð loka orð. Við gerum þetta aftur. Mér var þetta ótrúlega gott hjá okkur. Þú ert besti dómarinn, þetta er nýlunda fyrir mig. Já, reyndar eru hlustendur besti dómarannir. Við sjáum til hvernig þeir grípi þetta, en ég geri ráð fyrir því að þetta muni fá mikla hlustun. Kjartan Örn Sigurðsson, takk aðeinslega fyrir að koma og þangað til næst. Takk fyrir mig.